Já, góðan daginn og velkomin á Frelsi TV. Pétur Axelsson heiti ég og í dag er Sægót dagurinn minn sem er 17. júní. Sægót dagurinn minn er 17. júní 1962. Og þeir sem veit ekki hvað Sægót dagur er, þeir hafa verið að skrópa í tíma á Frelsi TV. Og Sægót er nafnið á því þegar að líf kviknar, þegar að mannslíf kviknar, það heitir Sægót moment. Það er momentið þegar að egg og sæðisfruma mynda líf. Og ég hef nú fjallað það mikið áður og ætla nú ekki kannski að fara djúpt í það í dag, en ég er náttúrulega mjög ánægður með það að Íslendingar skuli vera með svona hátíð á Sægót degi mínum og mér finnst það mjög viðeigandi þar sem að ég fer fremstur í flokki að bjarga íslenskum víkingum og ég er eiginlega konungur Íslands og og mun fljótlega yfirtaka valdstjórnar mafíuna með hostile takeover sem forseti lígveldisins. En ég var búinn að taka saman nokkra punkta sem ég ætlaði að fjalla og byrja hér á Kim og Trump. Kim og Trump fundurinn sem að mikið er fjallað og ekkert er fjallað Bilderberg 2018 fundinn nema á Frelsi TV náttúrulega. Og fjölmellurnar hafa valið það að þagga Bilderberg 2018 og það er mjög merkilegt að á sömu dögum eða yfir sömu helgi var G7, Bilderberg og NATO fundir og menn er að tala að það sé undirbúningur að einhverjum stórum atburðum. En á meðan ég man þá ætla ég að þakka, það er einn trúfastur stuðningsaðili, kona, og ég vil þakka henni sérstaklega fyrir trúfesti og bara hver einu sinni í mánuði leggur hún ákveðna upphæð inn á starf Frelsi TV og fyrir það er ég mjög þakklátur og óska eftir að fleiri taki hana sér til fyrirmyndar. En Kim og Trump hóksið, mín kenning er sú að þessi maður sem að hitti Trump í Singapore sé ekki frá Norður Kóreu. Hann hafi aldrei komið til Norður Kóreu. Að þessi atburður sé sviðsettur af NATO og Kó og tengist Norður Kóreu menn eru bara, veistu hvað er þetta? Eða þeir hafa eitthvað frétt af þessu með þessu. Þannig að mín kenning er svo að spunanir séu orðnir svona svakalegir og í sjálfu sér er ekkert sem að bendir til að þetta geti ekki verið satt eða rétt. En ég tek fram að þetta er kenning, þetta er ekki sönnu staðreynd. En ég skora á okkur að horfa á svolítið myndir og svona sviðsetningar í kringum Norður Kóreu. Við munum hana gaurnum sem var í bandaríska þinginu sem átti að hafa labbað frá Norður Kóreu og gaurinn sem reif niður plaggat og átti svo að hafa dáið eftir að komið til Ameríku. Þetta er allt sem að lygasögur. Og konan sem kom til Íslands með bókina sína, það er allt sem hann lýgir líka. Þetta eru starfsmenn NATO og Kó sem eru að ljúga því fulla. Nú, annað sem er hérna næst á listanum. Já, þessi Kim og Trump fundur, ég hef jafnvel velti fyrir mér að hvort það myndir og atburður af
þar sem að ákveðnir aðilar voru að hitta þjóðarleiðtoga áður en að London var rústað eins og Gaddafi og Saddam Hussein, hvort að það séu sviðsettar myndir líka, eða sviðsettir atburðir. Það hefur verið leikarar sem bara einfallega léku þessa þjóðarleiðtoga. Nú annað sem ég var búinn að punkta niður, það er Tyrkjaránið svo kallaða í Vestmannaeyjum. Mín kenning Tyrkjaránið er að það sé hóks. Það hefur verið sviðsettur atburður til þess að hreinsa óþægilegt fólk úr landinu. Þetta fólk hafi einfallega verið drepið og síðan spunnin upp svona Tyrkjarán saga til þess að kofvera það. Og á sama hátt er ég með kenning það að Titanic-slysið svo kallaða hafi verið hóks líka. Að það var tryggingasvikamál og það þurfti að drepa ákveðin hluta af fólki í elitunni til þess að koma seðlabankakerfinu í gang. Þannig að ég tel það líka vera hóks. Það er eiginlega allt hóks sem verður að segja okkur hjá fjölmiðlunum, og Háðfuglafélagið lýgur daginn út og daginn inn. Það er eina sem þeir gera. Og annað sem að ég hlustaði á, nú er ég sérst að fara að reyna annað. Ég hlustaði á mjög merkilegt viðtal í sambandi við læknavísindin svokölluðu. Að þar sem að hlutirnir voru skoðaðir frá aðeins annarri tölfræði heldur en yfirleitt matreitt í neytendur, sko. Að það er til þess að einn læknist, hvað þurfa margir að taka lyfi til þess að einn læknist að sjúkdómnum. Og í lyfjaiðnaðinum þá eru það 300. Það eru 300 mann sem þurfa að taka lyfi til þess að einn sýni eitthvað bata eða hugsanlega lækningu við þeim sjúkdómi sem lyfið er hannað gegn. Og af þessum 300 þá eru 5% líkur á því að þeir fái aukaverkanir, alvarlegar aukaverkanir. Sem þýðir af þessum 300 þá fá 15 mjög alvarlega sjúkdóma tengda lyfinu. Og við því er þá gefið fleiri lyf og jafnvel dauðsföll. Þannig að þessi svokallagi lyfjaiðnaður, farmasía þýðir vitskraft. Þetta eru sennilega nornirnar sem ykkur var að reyna að brenna í örvæntingum. Að þetta er eiginlega pseudoscience í flestum tilfellum. Þessi tölfræði einfallega gengur ekki upp. Og þess vegna hef ég tryggt mér lénið Red Placebo. Það er vísindalega sannað að placebo virkar, að trú virkar sem lækning. Það er einfallega vísindalega sannað. Þannig að ég hef áhuga á því að framleiða undir merkjum Red Placebo einhverja drykki, skaðleysis drykki. Þannig ef einhver vill vera með því, þá auglýsi ég eftir partnerum og fjárfestum í það. Nú, næsta sem ég ætla að tala um, það er áliðnaðurinn á Íslandi, sem ég var fyrstur að vekja athygli á að rynni bara í sjóinn fyrir Íslendinga. Íslendinga fengi engan arð af áliðnaðinum. Það hefur síðan verið staðfest. Þetta byrjaði bara sem kenning hjá mér, en það hefur verið staðfest að það er rétt. Og áliðnaðurinn á Íslandi er hluti af hergagna'iðnaðinum, hinum almenna hergagna'iðnaði. Og þeir sem að hafa komið nálægt þessu, þeir hafa tekið á móti gríðarlega stórum fjárfúlgum erlendis fyrir að svíkja Íslendinga. Og þannig er Ísland involverað í
stríðsglæpa iðnaðinn í gegnum álverin okkar. Og í raun er rafmagnið selt hagnaðarlaust eða jafnvel undir hagnaði. Og þið sjáu öllum þess að viljaleysi Landsvirkjunar og annarra glæpa stofnana til þess að öllum þess að láta garðyrkjubændur fá sama verð og álverin, að það segir sína sögu. Og þannig að það er að verða fólki ljóst. Ég var mjög fekk mjög harkaleg viðbrögð í upphafi þegar ég var að tala um þetta að valdstjórnin væri skipuleg glæpasamtök. Byrjaði að tala um þetta bara upp úr 2008-2009. Að í dag er þetta bara svona almennt viðurkennt. Menn byrja oft umræðina bara frá því að þetta eru skipuleg glæpasamtök. Og það er mjög mikilvægt að halda utanum hvað er glæpsamlegt og hvað er ekki. Til dæmis núna í kjölfar þessar sveitarstjórnarkosninga þá sjá að bæjarstjórar að taka milljónir í laun af almenningsfé og það er eins og ég hef lýst áður að sá sem að tekur við peningum frá almenningi eða fólki og síðan reynir að fjárfesta eða hámarka ávöxtun fyrir þá sem hann er að vinna í raun fyrir og lifir svona bara hófsömu lífi sjálfur, þá er það bara eðlileg viðskipti. Hins vegar ef að eitthvað tekur við peningum og lifir eins og kóngur, þá heitir það Ponzi svindl. Af því að tilgangurinn með að taka peningin er að ljúga einhverju vitleysu, almannahagsmunir, passa, bla 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 bla, til þess eins að geta lifa sem kóngur. Eða þessum stýra þessu Ponzi svindli lifa eins og kóngar. Og flestir bæjarstjórar landsins hafa gert sekir um þetta. Þeir eru farnir yfir línuna að vera þjónar almennings yfir í hreina skipulega glæpastarfsemi. Og sama er náttúrulega með og Ponzi er yfirleitt þannig að og það er litið á það sem mjög alvarlegu glæpur að það er yfirleitt fólk leggur frjálst fram peningana. En það sem að margfaldar glæpin fyrir valdstjórnina og þessa sveitarstjóra og borgarstjóra og lífeyristjóra og hvað þetta heitir allt saman þetta lið, að það er að þeir taka peninga með valdi. Og það er margföldun á alvarleika glæpsins og væntanlega afleiðingum. Að sama leyti hef ég séð fólk sem er að taka lán sem eru byggð á blekkingum eins og ég hef rakið áður að bókhaldið endar hjá hinum himneska föður með kreditreikningi þar að það er svindlmylla. Síðan er verið að draga fólk fyrir dómstóla musterisreglunar og þar er fólk bara rukkað einhverjar skriljónar í tímakaup fyrir sem það neyðist þess að borga einhverjum innheimtulögfræðingum og það eru bara vextir, bara 100-faldir vextir og bara ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að þegar ég verð forseti eða ef að einhver kemur með þessi mál fyrir víkingadóm sem mun verða mikilvægar eftir því sem tíminn líður, að til dæmis ef að einhver kemur með mál þar sem búið að bjóða ofan á heimilið, hrekja hann og fjölskyldan hans á götuna og hann er með einhvern okurvaxtareikning og málskostnaðareikning og eitthvað svona, þá mun ég einfaldlega dæma þá lögmannin eða sýslumannin eða gjörandan til þess að greiða þegar ef þú neitar að borga eða borgar skatt of seint sem að er glæpur, að innheimta skatta með valdi eða ofbeldi er glæpur, þá er þeir að leggja ykkur 20% ofan á eða 20-faldar, veist það, 20-faldast allt og 200-faldast í meðferð þessara mafíu, glæpamafíu, sem þýðir einfaldlega þegar að ég sest í dómarasetti og einhver einstaklingur kemur af götunni þá væntanlega með svona reikning þar sem hann hefur rukkaður, þá mun ég einfaldlega gera gerandan ábyrga með 2000-földun.
Þannig ef einhver hefur rukkað þig 1.000.000 í óréttmætan okurvaxtakostnað eða lögfræðikostnað, þá mun viðkomandi þurfa að borga, er það ekki 200 milljónir? Fyrir 1.000.000? Já, það er 200-falt. Ef ykkur rukkaði fyrir 1.000.000, þá þarf hann að borga tilbaka 200 milljónir. Og þá byrjar þessi stétt að væla hvað þetta er allt saman óréttlátt og hvað þetta er allt saman hræðilegt að Axel vondi kallinn sér þetta svona, sko. En þeir hika ekki við að gera þetta við annað fólk sem að hlýtur að flokkast undir hræsni, sko. Og þannig að ég velti nú upp þeirri spurningu á Facebookar vegna hjá mér hvort að tími sé komin á stríð á Íslandi, að þetta fólk heldur bara áfram. Þetta er vitstóla fólk sem að er búin að koma sér í svona aðstöðu þar sem allar kosningar eru falsaðar, það er nokkuð ljóst. Og þessi glæpa mafía sér kosningaframkvæmdina og þar hafa verið eru til ljósmyndir og sönnunargagna bara brotnum upp kössum og innsiglin all horfin og bara eitthvað vitleysa. Fyrir utan það, að mínu mati, þá eru kjörgögn ekki einu sinni talin, heldur bara lesin upp einhver úrslit og that's it, sko. Og í raun er sönnunarbyrðin á elitumafíunni eða á valdstjórnarmafíunni. Sönnunarbyrðin er að hún sanni með atkvæðum sínum að hún sitji við völd. Og þeir eru búin að brenna öll sín atkvæði, eða búin að brenna öll atkvæði efer. Þannig að þessi mafía situr bara í trúarmusteri og hefur í raun engin raunverulegt umboð eða vald til þess að gera eitt eða neitt. Og þessan er víkingadómur sem að ég stofnaði í anda víkingaforferða minna, er alveg að Rétthár og Hræsnaréttur Íslands eða þessi nýji mafíudómstól sem er settu á fót eða hvað heita allir þessi dómstólar. Víkingadómur er alveg að Rétthár og þessir dómstólar. Og í raun er svolítið mistök hjá fólki að koma ekki með mál fyrir víkingadóm. Þegar er komin dómur í víkingadómi, þá ertu komið með eitthvað til þess að innheimta. Ég meina ekki vel að þessi valdstjórn bara dæsi og hvæsi, en það breytir engu. Þú ert með dóm gegn þessu glæpapakki, sko. Og og þess vegna kalla ég til dæmis hagsmunasamtök heimilanna hagsmunasamtök hræsnaranna. Þeir eru alltaf bara að pissa utan í þessa mafíu, valdstjórnar mafíu, og vilja bara fá ykkur þægileg störf hjá þeim, sko. Og er ekki tilbúin til að gera neitt alvarlegt eða gera eitthvað sem skiptir máli. Og mér er alveg sama hvort að fólk er eitthvað tilfinningarlega sárt yfir slíku eða ekki. Ég tala bara hlutin eins og ég sé það. Síðan er þér alveg frjálst að vera ósammála því eða hafa aðra skoðanir eða opna þína eigin YouTube-rás og koma með aðra punkta. Það er allt í góðu lagi. En ef ég skipti aftur málinni þá ætla ég að tala aðeins Tomma Sæjópið. Hann Tommy í Bretlandi sem var settur í 13 mánaða fangelsi. Það var mikið viðtal við Hall Hallsson á Harmageddon, þar sem hann bara bladraði út alls konar vitleysu, gagnrýnislaust eða gagnrýnislítið. Og sko, Hallur er síónisti og munið hann mætti líka eitthvað annað viðtal að vera að tala að RÚV væri svo óréttlátt gagnvart Ísrael eða sem sagt síónistan. Það er alveg rétt hjá honum að RÚV er mjög örugluð stofnun en þessi gagnrýni á engan fót fyrir sér. Og því til staðfestu greiddu 120 ríki hjá Sameinuðu þjóðunum að þetta hjá Ísrael sé bara, eða síónistan sé bara alveg komið út í móa, sko.
og það er mikill meirihluti þjóða sem að bara, koma, og það er ekkert auðvelt að koma þessu í gegn í Sameinuðu þjóðunum þegar þeir eru allir andskotast þrjótar, sko. Og Tommy er sem sagt er að vinna fyrir MI56. Þetta eru þessast mínar kenningar. Ég er að segja bara það sem ég tel mig sjá í atburðarásinu og á milli línana. Tommy er er agent frá MI56 sem er breska leyniþjónustan og að Mossad og CIA eru undirstofnanir MI56 og þetta eru svona spunar og þetta eru svona lygasögur. Muni eftir Köln þar sem 680 konum átti að vera nauðgað og svo bara, var það ekkert úr því einhvern veginn og bara enginn í fangelsi og ekkert meira, sko. Þannig að þeir blása upp svona ruglfréttir. Þetta eru sem sagt PSYOP, Psychological Warfare og áróðursherferðir. Og þessi sérstaka áróðursherferð sem Tommy og Co. er að vinna í núna er til þess að beina hatri gegn Pakistan. Af því að núna er að koma fréttir af drónárásum í Pakistan. Af því þetta veldi æðir heiminn. Eins og talaður Satan í Jobsbók. Hann þrammaði jörðina og leitaði af vesenni, sko. Að þetta eru PSYOP aðgerðir og næstu allt sem þið heyrið það sem að Tommy er að gera og standa í eru lygi. Sko, hann var handtekinn ekki tengt þessum réttarhöldum sem slíkum, heldur var hann handtekinn af því hann rauf skilorð. Hafði verið dæmdur fyrir eitthvað áður og var einfaldlega handtekinn og dæmdur af því hann rauf skilorðið. Enginn hafði í sjálfu sér engan pólitískan flöt. En hins vegar er ég til dæmis þegar að Tommy ætlaði að koma til Íslands þá hreyfði ég aldrei mótmæli við því. Af því að ég virði hans tjáningafrelsi út í ystu æsar og ég hef ekkert á móti því að hann komi til Íslands og tjái sig eða hafi YouTube-rás eða bara whatever. En hins vegar hef ég þá líka fulla ástæðu til þess að hafa mína YouTube-rás til þess að gagnrýna hann og setja út á hann. Eins og það eru YouTube-rásir sem hafa, eða svona aðilar sem hafa lagt fram kenningar það að ég sé starfsmaður einhverja leyniþjónustu eða NATO eða valdstjórnarinnar eða eitthvað. Og það er allt í lagi, menn geta alveg haft sína kenningar mig þótt að ég hafi þá veitt því ansvör og bent á að umfjöllunarefni mín eru þess eðlis að það bendi til þess að ég sé ekki í vinnu fyrir ákveðin öfl. Og ef að ykkur hefur gagnrýni á það, þá er ég mjög opinn fyrir því að hlusta á það og taka við þeirri gagnrýni. En ég er búið með listan. Ég horfði á íslenska leikinn. Það er svona smá gólem í mér ennþá. Og mér fannst íslenska liðið standa sig mjög vel. Og ég í sveitinni í Noregi þar sem ég er að vinna, þá hrópaði ég upp á vissum köflum. Alveg eins og alvöru gólem. Og vona þeim gangi vel áfram. Það er þetta núna munu liðin taka Íslendinga alvarlega og ekki koma slappir til leiks við Ísland, þannig að spurning hvort við verðum að frampa því niður þegar menn taka okkur meira alvarlega. En þetta er mjög gaman. Íslandi gengur vel, er mjög gaman og allt í lagi með það. En við verðum að losa okkur við skipulagða glæpastarfsemi sem hefur hreiðrað sig í allar stjórnun og stjórnunarstöðu landsins. Og trúin á því að það sé bara hægt að herða einhverja stilliskrúfur á þessu kerfi, þá verður allt bara halleluja, eru blekkingar.
Seðlabanki Íslands erlendur er hluti af stærsta glæpakartel heims sem seðlabankakerfi heimsins. Þessi kartel stendur fyrir öllum stríðum og fjármagnar alla vopnaframleiðslu og allt ógeð heimsins, alla eiturlyfja framleiðslu í Afganistan og þetta allt sem hann keyrt áfram af þessari mafíu. Þessari Bilderberg ráð 300 Illuminati eða hvað þú vilt fara langt upp til himna til þess að sjá þetta. Og þetta hef ég allt saman fjallað í ákveðnum smá atriðum, þannig að það er svo mikið ástæðis að fara út í það hér, en ég hvet fólk til þess að horfa á eldri myndbönd þar sem ég fjalla öll þessi atriðir í raun í smá atriðum. Og Frelsi TV er í raun orðin mjög stór söguleg heimild í íslenskum fræðum, þótt að fræðasamfélagi musterisreglunar vill aldrei viðurkenna mig. Eða svona vilja ekki hleypa mér inn, allavega ekki núna, þeir vilja halda mig út í kuldanum núna. Og þannig að það er reyndar mjög ánægilegt að það er ákveðin delay tími, hann er svona 3 til 3 ár eftir málefnum. Þá byrjar fólk að taka upp mína umræðu og mín sjónarhorn. Og þannig að hlutirnir skýrast fyrst hér á Frelsi TV. Og þess vegna er mjög mikilvægt að hlustendur eða almenningur á Íslandi styðji þetta starfi. Og meira segja væri raun full ástæða til þess að reyna að stækka þetta fyrirbæri. Og ég myndi gjarnan vilja stýra slíku verkefni. En gott er að byrja bara smátt og ég hvet alla til þess að taka þessa frábæru konu sér til fyrirmyndar sem að styrkir núna Frelsi TV bara mánaðarlega, alltaf. Og það breytir stöðun alveg ótrúlega mikið fyrir mig og Frelsi TV. Það þýðir að ég get farið í þetta full time. Ég get unnið á við þetta starf mitt. Og þótt að fólk áttar sig kannski ekki á því akkurat hér og nú, að þá er þetta sem ég er að gera mjög mikilvægt fyrir þjóðina og framtíð Íslendinga bara. Og já, einn punktur sem ég ætlaði að taka sem var nú ekki á listanum hérna, að það er það sem að við getum kallað atómerisering. Að breyta öllum í atóm, einingar. Að þið munið eftir Rocky Reykjavík og Björk var óbærslega fræg og allt þetta. Þetta voru aðgerðir Tavistock MI56 apparati. Að þessi kynslóð af Íslendingum var atómiseruð. Og síðan kom svona bara raðir af áróðurs aðgerðum, fjármögnuðum erlendis frá. Þarna kom Tavistock fyrst með Rocky Reykjavík og Björk og allt þetta garnagaulun í henni sko. Það átti ykkur að Tavistock rænir tónlist og svona situr það saman og beitir því síðan í þjóðfélagsverkfræði tilgangi. Og við takið líka eftir öll stríð sem er í gangi, það sem verður að sprengja fólk til helvitis, að þar eru tribal þjóðfélag. Það eru þjóðir þar sem að hefðin er sú að fjölskyldur halda saman. Það er svona tribal. Þú ert ekki bara atóm, heldur ertu hluti af einhverju heild. Og þetta er raun og þarna sjáum við líka sko að
og þessna þurfa að eyða Íslam af því að Íslam byggir svolítið á fjölskyldu böndum og einingum og Íslam til dæmis fordæmir okurlánastarfsemi sem að þessi trúhópur sem núna stýrir Íslandi vill absolutt ekki hætta að gera og gyðingar trúin, eða þeir sem eru í gyðingatrúni, þeir eru líka træpal, en þeir vilja ekki leyfa neinum öðrum að vera træpal. Og í fjölskyldu þjóðfélögum, þar sem fjölskyldur eru sterkar, þar myndast fljótt svona fjölskyldu auður. Og það sem að þessi mafía sem stýrir núna vill ekki leyfa neins staðar að fjölskylduauður vaxi eða dafni, heldur stelaði þeir öllum sköttum og innheimta með valdi og hreinu ofbeldi. Og þetta þjóðfélagsmunstur sem verið að brjóta upp þess eðlis að fjölskyldan bara svolítið sjálfstæð, hún á sína fjármuni og ef einhver í fjölskyldunum vill fara út í einhver viðskipti eða gera eitthvað eða fara að mennta sig eitthvað, þá sjóðurinn bara til hjá fjölskyldunni sjálfri. Það var allir tekið eftir því þegar að fyrstu kínversku veitingastæðinni kom á Íslandi. Þá var talað um það einn af þessum sem náði árangri því að hann keypti bara risastórt hús á Arnarnesi og mætti bara með peninga í ferðartösku sko. Og fasteignasalinn var einmitt að væla undan því að hann tók hann bara eina helgi að telja peningana sko. Þetta var svo mikið af peningum. Að þá hafði bara öll og síðan þegar búið að skrifa undir kaupsamning og allt svoleiðis, þá fluttu bara 15-20 manns eða 30 manns inn í húsið sko. Fjölskylda. Þannig að það það sem verið að brjóta upp. Og þetta mjög miskunnarlaust fólk. Þetta eru glæpamenn upp til hópa. Skipulagðir glæpamenn. Þetta eru mafía. Þó mafía svolítið villandi sko, mafía svolítið sértakt yfir Mazzini, leiðir, bruna og morð. Það merkingin á mafíu, þess vegna ég ekki að nota frummerkingu orðsins mafíu heldur skildamerkingu. Þess eins og við skiljum mafíu, það svona skipuleg glæpasamtök. En orðið mafía sértakt þessa glæpastarfsemi sem Mazzini stýrði. Það bara svo auðvelt að nota orðið mafíu, þannig að ég veit hvað ég meina með því. Og þetta heldur bara áfram og nú bara börn sem eru í vanlíðan, bara dælt í þau dópi og þú veist, það bara á að fara að neyða fólki þetta bara ógeð. Þetta bara algjör viðbjóður. Og ef að þið haldið þess að brjóta þessa glæpastarfsemi upp með einhverju kurteisi eða bara, heyrðu, litla mafía, eða stór mafía, ekki bara til í að hætta að glæpast? Það mun ekki virka. Og þess vegna fyrir mig til þess að bjarga góðum Íslendingum að fara beint í forsetann. Og þar mun ég beita mér mjög eftirtektarverðan hátt. Og þannig að þeir sem vilja hjálpa mér að byrja að undirbúa slíkt framboð og þannig hostile takeover endilega byrjiði að vinna í því með mér. En takk fyrir komuna. Gaman að fá ykkur í afmælishátíðina mína eða Sægót hátíðina. Ég sem sagt Sægót dagurinn minn í dag, 17. júní. Fæðingadagur minn 17. mars 1963 og það sem sagt skjalavalds dagurinn minn sem ég held ekki hátíðlega því að í skjalavaldinu ég gegn vilja mínum. Og ef að ég geng úr þeirri glæpa starfsemi þá fæ ég að kenna á gríðarlega miklu ofbeldi sem að ég kannski til í að taka á einhver daginn en kannski ekki, þurfum að sjá til.
En ef að það eru einhverju kvikmyndagerðamenn sem hafa áhuga á því að framleiða heimildamynd ákveðna hluti sem ég er með í bígerð, þá endilega hafið þið samband við mig. Ég er með nokkur plön sem eru í raun heimsviðburðir og ég auglýsi eftir þá framleiðanda kvikmyndagerða fólki og jafnvel einhverjum aðilum í að taka þátt í því. Og það eru mjög spennandi hlutir sem ég er með þar í pokahotninu og endilega hafið þið samband við mig með það. Nú, fleiri fréttir af Frelsi TV. Ég er að mallast áfram með heimasíðuna. Hún verður núna frelsitv.is og já, ég er semst að þróa það. Tekur mig svolítið tíma því ég er með svolítið mörg önnur verkefni í gangi af því að ég get ekki lifað á þessu eins og ég er búinn að tala um áður. Að það er margt, ég er með bara verkefni fyrir nokkra lífstíðir. Það er líka að hlaupa á snærið með orkumálin sannlega. Svíar hafa verið að sýna aukinn áhuga á uppfinningum mínum og það verður væntanlega einhverjar hreyfingar því í haust. Ég mun byrja og ef að þið eru einhverjir pleppar á Íslandi þá er þetta er náttúrulega allt saman rekið á fyrirtæki konuna minnar og bara það sé á hreinu. En við stefnum líka á það að opna Ink Viking vefverslunina á haustdögum. Það er komið ákveðnar lausnir þar sem ég er búinn að vera eiginlega bara í 1,5 ár að vinna í, svona malla hægt og sígandi áfram. Og núna er þetta að ganga upp. Og þannig að það er alltaf nóg í gangi hjá Axel, ekkert láta á partíunni á mér. Og já, þakka ykkur bara fyrir komuna í Sækótt afmælið mitt og endilega muna að styrkja Frelsi TV. Best svona mánaðarlega ykkur uppa sem að alltaf bara tikkar inn. Þið getið líka styrt með því að dreifa vídeóunum mínum og hjálpa mér að komast í umferð. Þegar ég er náttúrulega shadowbannaður víða, líka hjá íslenskum fjölmiðlum. Og munið að subscriba ef þið viljið ekki missa af þessum frábæru útsendingum mínum. Og þið eru alltaf velkomin aftur. Takk fyrir í dag, verið sæl.